Kröftu bæn réttláts manns megnar mikið. Mér langar að biðja ykkur, hún sjálfsagt að horfa í dag, biðja fyrir Hrönn sem að kom í heimsókn til okkar á föstudaginn og skýrðist í nafni Jesú. Og mögnustund. Guð að gera eitthvað alveg magnað. Hafið þið tekið eftir því? Þvílíkt, þetta svo spennandi tímar. Ég segi þetta svona 15 sinnum á dag við alla. Ég bara, svo spennandi tímar. Þetta eru svo spennandi tímar, krakkar. Og Guð einhvern veginn að vekja upp kirkju sína. Takið eftir því. Fólk allt í hennu aftur orðið hungrað í að þekka Jesú betur. Og vitið það, hann þráir að eiga samfélag við okkur. Hann þráir að eiga samfélag við kirkju sína. Og ég búin að vera að tala það svo mikilvægt vinir, að við séum að við leyfum Guð að ala okkur upp í sér. Við eigum ekki endalaust að vera eins og börn sem að hrekjast til og frá að sérhverjum kenningavindi. Við erum að vita hver við erum í honum. Og það svo mikilvægt að þegar Guð að setja ljósitt inn á okkur hluti í líf okkar, í staðinn fyrir að herða upp hjart okkar, að koma fram fyrir hann og segja Drottinn, verði þinn vilji. Ég beygi mig fyrir þér, Drottinn minn. Ég legg sjálfa mig á altari þitt og ég bið að brenna það burt sem ekki á heima. Og vinir, það eru alls konar hlutir í líf okkar sem á ekki heima. Og Guð vill eiga við það. Af hverju? Því hann þráir að nota okkur. Hann þráir að vinna með líf okkar. Hann þráir að þinn vitnisburður sé öðrum líf. Og vinir, í staðinn fyrir að vera föst í sama fari, jafnvel í biturleika eða í sorg eða eitthvað slíkt, að þá vill hann að við rísum upp. Því að í okkur býr sá sem að reis upp frá dauðum. Í þér býr upprisu kraftu Drottins. Við þurfum ekki að leggjast flöt í öllum kringumstæðum. Hann hefur gefið þér kraft til að rísa upp aftur. Og vitið það, hann ekki búinn að sleppa tökunum á þínu lífi. Hann veit hvað hann að gera. Og mér langar að segja þér í dag, ef að þú ert á þeim stað að það sem að þú upplifði bara hreinlega, þú veist, í einhverju þurrki, þá hann þar. Hann búinn að lofa þér, hann mun ekki sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Hann mun koma því til leiðar. Það sem að við þurfum að læra að lofa hann í öllum kringumstæðum. Fara bara að lyfta upp nafninu, jafnvel þótt að við sem að sæta ofsóknum. Lyftum upp nafninu og þökkum Drottni fyrir allar kringumstæður. Það lykill, vinir. Og í staðinn fyrir að barma okkur, við erum fljót að leggja hlutina við fæti Drottins. Leifum þessu ferli Guðs að eiga sér stað í lífum okkar. Halleluja. Sjáum vöxtinn sem að Guð þráir fyrir okkur eiga sér stað. Að mynd hans myndist í okkar lífi. Og ég talaði síðast þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi og fóru í gegnum Rauðahafi sem mynd upp á skírn. Vitið þið það? Rauðahafi, þessi ferð mynd, andleg mynd fyrir okkur. Mynd upp á það hvernig við erum að taka við nafni Drottins inn í líf okkar. Taka afstöðu með honum. Vitið að sáttmáli við Jesú besti sáttmáli sem þú getur gert. Hann nefnilega stendur við sinn hluta. Við bregðumst, hann bregst aldrei. Hugsið ykkur að eiga slíkan árnamann sem að bregst aldrei, vinir. Það bara ég sem þakklátt hér í dag. Þvílíkt lán að eiga Jesú. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Mér líka við þetta. Amen. En það sem vitið það, þetta bara byrjunin á göngunni. Þegar Guð leiddi þá svo inn í eyðimörkina og margir upplifa sig í eyðimörk í dag. Bara hvar Drottinn? Af hverju ég að rata í ýmiss konar raunir? Biblían talar að vegna harðneskju þeirra, og hvað þýðir harðneskja? Þeir áttu erfitt með að beygja sig. Við eigum það nefnilega stundum til, vinir, þegar Guð að leiðbeina okkur og kenna okkur og hjálpa okkur og efla okkur, að við eigum erfitt með að beygja okkur fyrir honum út að hann notar stundum óþægilegar aðstæður. Hver kannast við óþægilegar aðstæður? Magga mín, þú kannast við það. Ég kannast við það. En það sem svo frábært með Drottinn Guð, að allar þessar kringustæður
getur hann nýtt sér til dýrðar. Ef að við veljum, og ég hef sagt þetta áður, það ekki endilega kringumstæðna sem við lendum í, það okkar viðbrögð við kringumstæðunum. Það okkar viðbrögð við kringumstæðunum. Og vinir, fólk þarf að sjá kirkju sem að bregst rétt við kringumstæðum. Þegar hitinn kemur á, hvað kemur í ljós? Kemur í ljós lofsöngur til drottins? Eða förum við að kvarta og kveina? Ég vil að það komi lofsöngur til drottins þegar ég fer í gegnum hitan. Halleluja. Takk, Jesús. En ekki bara það. Þau gengu inn í eyðimörkina og þau voru kölluð sonur. Guð fæddi þau inn í ríki sitt, þau voru kölluð sonur. Þau fengu þennan sonarrétt. Hann gaf þeim rétt til þess að vera Guðs börn. Munið hvað orðið segir. En vinir, það ekki að stoppa þar. Öllum sem að taka við honum gefur hann rétt til þess að vera Guðs börn, rétt hjá þér, Árni. En það sem að gerist það, þeir labba lengra inn í eyðimörkina. Og þá byrja drottin að kalla þau söfnuður. Svolítið athyglisverð sonur og síðan söfnuður. Af hverju söfnuður? Af hverju skiptir kirkjan svona miklu máli? Vitið það, hann dó, Jesú, fyrir kirkju sína. Hann dó fyrir eininguna. Ástæðan fyrir því að óvinurinn hann kemur á móti kirkjunni út af þetta köllun Guðs fyrir samtíman, það kirkjan hans. Og við að varðveita eininguna í bandi friðar, má ég heyra með hann. Við að varðveita það og við verðum að passa okkur, vinir, þegar við erum í kringum hvort annað, að við særumst ekki og móðgumst, þannig að við hættum að mæta í kirkju. Það Guði þóknarlegt að við mætum á samkomu og við eigum samfélag við trúa það. Af hverju? Því að við brýnum hvort annað. Það sem að gerist hér og í samskiptum okkar á milli að við verðum hæfari á göngunum með Guði. Guðmundur hringir reglulega í mig og hann minnir mig á eitthvað sem ég bara stundum bara hreinlega búin að gleyma. Guðmundur sendur inn í mitt líf sem gaddavýr. Sem rosalega góðu gaddavýr, ætla ég samt að segja. Sem nauðsynlegt. En hann líka sandpappír, sem ekki alveg svona mikið grófur, svona líka ljúfur sem lambið. Og vitið það, ég og Alli, sjáu hvað Guð fullkomin. Alli algjör andstæðan mín. Guð sendi alla í minn garð og ég í hans til þess að efla hvort annað. Við erum svart og hvít. En vegna þess að þá sjáum við hlutina ólíkt og við eflumst og við vöxum á göngunum með Guði. Guð nota þessa samlingingu einmitt með hjónaband. Við erum brúður hans. En vinir, við áttum ekki að vera föst í eyðimörkinni. Hann vildi koma líðsínum inn í Kanansland. Og vinir, Kanansland ekki bara fyrir Ísraels menn á þeim tíma, Kanansland fyrir okkur í dag. Hann þráir að við vöxum, að við döfnum, að við hættum að vera bara börn og við förum að þroskast og styrkjast á göngunum með honum. Og hann vil kalla okkur inn í þetta einingar samfélag við sig. Það sem að ég veit að þetta snýst bara mig og hann. Og vitið það, vinir, hann vil gera það sama við þig. Hann vil koma með því inn í þetta einingarsamfélag þar sem að þú horfir ekki á neitt í kringum þig heldur hefur augun þín bara á honum. Frelsara og fullkomnara trúa þinnar. Hann þráir þér að gefa þér þetta þar sem að þú og hann farið í gegnum alla kringustæður. Þú hættir að reiða þig á veraldlega hluti. Þegar þú ferð í gegnum erfiðleika þá ferð að reiða þig meira á drottin. Þú ferð að biðja meira. Þú ferð að eiga þannig samskipti við hann að þú veist hvert hann að fara. Þú veist hvað hann að segja. Og vinir, það svo mikið núna á þessu ári og síðasta sem að Guð bara búin að vera að tala við mig. Hann búin að vera að tala stöðugt við mig. Og ég veit hvert hann að fara með mig. Og þetta svo frábært að eiga svona samfélag við Guð. Og þetta ekki bara fyrir mig, þetta fyrir okkur öll. Hann þráir að gefa okkur þetta samfélag. En vinir, þegar þið nálguðust Kanansland, og þá kannski fer ég aðeins inn í það sem ég ætla að tala í dag, það aðeins dýpra inn í þessa 5-földu þjónustu sem við erum búin að vera að tala um.
að þá gerði Móse mistök. Það endaði þannig að Móse sem átti að flytja fólki bæði út úr Egyptalandi og inn í Kanasland, hann komst ekki sjálfur inn í Kanasland því að hann sló klettinn sem Kristur, sem mynd upp á Krist, hann sló hann tvisvar. Og við vitum það að drottinn var bara, hann dó einu sinni fyrir syndir okkar. Halleluja. En hann vissi hann væri ekki að fara með líðin inn í Kanasland og drottinn gefur honum orð, drottinn gefur honum alveg magnaða sýn og ljóð sem að fer með fyrir Ísraels menn og hann talar hann að efla þau, hann að hvetja þau, hann líka pínlítið að skamma þau. Hann að segja hvað þau þurfa að varast og hvað þau þurfa að gera til þess að höndla landi sem hann hafi gefið þeim. Eitt af því sem að Móse segir að nú muni Guð fara að vekja upp hreiðrið eins og örn vekur upp hreiður sitt. Og vinir, örnin þannig, þegar hann vekur upp hreiður sitt, þá það óþægilegt ferli. It's uncomfortable. Staðurinn sem þú einu sinni gast hvílt á, sem var öryggi, frelsi, yndislegt, blessun, það fer allt í einu að vera óþægilegu staður að vera á. Og allt í einu fer Arnar mamman að setja glerbrot í hreiðrið. Því að auðvitað eru ungarnir, þeir voru ekki ætlaðir til þess að vera endalaust inn í hreiðrinu, vera bara fastir í hreiðrinu. Þeim ætlað að fljúga. Og vinni, hér fólk í dag sem að Guð hefur kallað til þess að fljúga. Og til þess að fá þig til þess að fljúga, þá setur Guð óþægilega hluti í hreiður þitt. Hann býr til aðstæður sem að gera það að verkum að þú getur ekki legið og hvílt þig þar sem þú varst vanur að liggja og hvíla þig. Er það út af því að Guð vondur? Þvert á móti. Það einmitt til þess að koma þér á þann stað sem hann hefur kallað þig til. Hann vill að þú takir landið. Má ég heyra amen? Hann vill að þú takir landið. Og það sem að gerist það að það nákvæmlega þetta sem á sér stað. Guð fer með þá að Jórdan og það sem að Ísraelsmenn þurft að gera að ganga undir sáttmálsörkina sem auðvitað mynd upp á höfðingjadóm drottins Jesú. Og það sem að við þurfum í dag, ef við ætlum að sigra þetta land, ef við ætlum að sigra það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að sigra, þá þurfum við að sleppa okkar eigin höfðingjadómi. Mínar skoðanir skipta ekki öllu máli. Það eru hans skoðanir sem skipta máli. Minn vilji ekki lengur. Það hans vilji, má ég heyra amen. Og það sem við þurfum að gera að fara undir þessa örk. Við þurfum að fara undir höfðingjadóminn. Við þurfum að leggja af okkar. Og við þurfum að taka á okkur höfðingjadóm Jesú. Og við þurfum að fara eftir því sem að hann hefur fyrirbúið. Má ég heyra amen. Þannig í staðinn fyrir að mögla hvart og kveina og vera föst í eyðimörkinni, við erum bara fljót að viðurkenna hver drottinn í okkar lífi. Og ég skal segja ykkur hvernig við gerum það. Þegar einhver stígur á mína tær, þá segi ég bara drottinn blessi þig. Ég lofa Guð í öllum kringumstæðum. Ég hætti að láta hlutina pirra mig. Ég hætti að móðgast yfir öllum mögulegum hlutum. Ég hef augun mín á markinu, ég hef augun mín á frelsara mínum. Ég ekki með augun á kringumstæðum, ég með augun á drottni. Og vinir, við kristnir, við þurfum að vera með augun á drottni, má ég heyra amen. Við þurfum að hætta að horfa á kringumstæður eða erfileika, því að Guð hefur kallað til þess að fljúga yfir erfileikana. Það það sem að Guð hefur kallað þig til að gera. Og í dag, að þá ætlum við ekki að vera hrygg, eins og heimurinn hryggur sem á ekki von. Við ætlum að vera fulla djörfung, von og gleði. Og það sá sem í okkur svo miklu meiri en sá sem í þessum heimi. Má ég heyra amen? Halleluja. Í Jesú nafni. Svariði mér. Halleluja. Og þegar þau komin í Kanasland, og Biblían talar þetta í þessari varandi fimmföldu þjónustuna. Biblían talar við að hætta að vera eins og börn sem að hrekjast til og frá eftir sérhverjum kenningavindi. Við að hætta því. Við að vaksa upp
Og myndin, einmitt þetta með Ísraelsmenn, þeir þurftu að vaksa upp. Þau gátu ekki verið einhver smábörn endalaust og bregðast alltaf eins við kringumstæðum. Guð að kalla okkur upp á annan stað, vinir. Og þegar Guð að kalla okkur upp á annan stað, þá fer hann fram á breytingu í okkar lífi. Hann fer fram á það að við hættum að láta og bregðast við eins og börn. Og allt í einu fer Guð að geta sett á okkur alls konar byrðar, þannig að við getum farið að framkoma hans vilja. Halleluja. Heyrðu mig. Erðu með mér? Halleluja. Þannig að við spyrjum okkur, hvað hefur þessi saga með mig að gera? Jú, hún hefur allt með þig að gera. Hún hefur líka allt með mig að gera. Þetta skuggamyndin. Af hverju tala ég svo mikið þessa för og það sem að gerist einmitt út af því? Við getum lært svo mikið af þessu. Og við þurfum ekki að vera föst í eyðimörkinu endalaust. Við erum kölluð til þess að sigra landið. Og þetta fólk sem að koma hérna frá Finnlandi komið hingað til þess að sigra landið. Amen. Má ég heyra amen? Amen. Og við ætlum ekki bara að leyfa þeim að sigra landið, við ætlum að sigra landið með þeim. Við ætlum að taka stöð okkar. Og mér langar til þess að fara hérna í Efesus. Að þið væri til í að koma með mér í Efesus. Og það stendur í 4. kafla í 7. vers og ég veit ekki hvort það kemur ekki. En þeir verið bara að treysta því ég sé ekki að bulla. Sérhvert okkar þáð á Kristi sína náðagjöf. Því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. En steig upp, hvað merkir það annað en hann hefur einnig stigið niður í undirdjúp jarðarinnar. Sá sem steig niður sá sem uppsté, upp yfir alla himna til þess að fullna allt. Það okkar frelsari. Hann hefur fullnað allt. Og það sem að meira hann hefur gefið þér arfleið í því að fullna allt. Og frá honum svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir eru spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og sumir eru kennarar. Það sem ég talaði líka fyrir cirka 2-3 viku síðan var það hvað ofboðslega mikilvægt, vinir, að vera auðmjúkur og göngunum með Guði. Ef að þú ekki tilbúin að vera lærisveinn, þá á Guð mjög erfitt með að hækka þig í tign, gefa þér ný verkefni. Við þurfum því að vera trúföst í hennu smáa. Og Guð til þess að fullkomna hina heilugu, þá hefur hann ákvarðað að þessi 5-falda þjónusta þarf að vera virk í ríki Guðs. Og við sjáum hérna á meðal okkar, það búið að vera að tala trúboð. Við þurfum trúboða. Það eru þeir sem að koma kirkjun á hreyfingu. Það sem ég hef upplifað bara þessa helgi að það komin hreyfing á hlutina. Allt í einu alls konar hlutir að gerast. Og við finnum það að það vilji Guðs. Það tími Guðs til þess að trúboða fari út og sigri landið. En vinni, trúboðar ekki bara fólk erlendis frá. Ég trúboði. Þú trúboði. Þú hefur fólk í kringum þig sem að þú getur nálgast. Og þú þarft líka að sinna þessu trúboði sem að Guð hefur sett á þitt hjarta. En það sem ég langar kannski mest að varpa ljós á í dag þetta númer 1. Hann hefur kallað postula. Hvað postuli? Hver postuli? Af hverju postular? Þegar við skoðum í ritningunni, þá sendi Guð postula. Það voru sendiboða Guðs. Postuli þýðir, eins og Árni kom inn á hérna á miðvikudaginn var, það þýðir sendur. En af hverju postuli? Hvaðan kemur þetta nafn postuli? Það var ekkert, hvernig á ég að orða þetta? Takk fyrir. Postular voru ekki, þetta var ekki nafn sem að tekið út úr musterinu. Þegar Guð sendi það út til þess að vera postula, þá var þetta nýtt nafn. Og vitið það, postuli í rauninni hernaðarlegt nafn. Rómverjar komið með það. Hugsið ykkur, þeir voru sendir.
Hvað gerðu postular? Af hverju sendi Guð það út sem postula? Jú, postuli var sá sem að fór fyrir konungi og talaði máli konunga. Og líka það þegar konungar átti í einhvers konar deilum og það var kannski stríð á milli tveggja ríkja og annar konungurinn, hann tapaði baráttunni, þá sendi hann postula sinn til þess að fara og ná í leifarnar. Heyrið í mér. Vitið þið hvað þetta er magnað? Vinir, herra þessa heims, hann er djöfullinn. En Guð hefur reist upp postula. Guð hefur sagt, ég hef sett innan með ykkur gjöf. Ég hef sendt mandate til þess að fara út og gera alla þjóðir að lærisveinum mínum og við þurfum að ná tilbaka þessum leifum sem að óvinurinn hefur reynt að stela. Postular taka tilbaka það sem að óvinurinn hefur stólið. Og það sem að meira er, postulinn, hann er hygginn, hann er klár, hann veit sínu viti. Guð hefur gefið honum skilning á hlutum langt fram í tíman. Hann kemur með strategíur. Allt hefur þetta með hernaðarlega stefnu að gera. Og vinir, þegar við erum í ríki Guðs og þá þurfum við að vera hernaðarleg út að við erum að díla við óvin sem að reynir að stela, slátra og eyða. En hann hefur gefið okkur líf í fullri gnægð. Og þegar við erum send út sem postular, þá þurfum við að hafa það í huga að við erum að tala máli konungsins. Við erum að tala máli þess sem er búin að senda okkur, sem hefur gefið okkur getu og hæfileika til þess að ná tilbaka þessum leifum sem óvinurinn hefur tekið. Og vinir, staða óvinurins er núna, hún er ekki góð, því að Guð er að reisa upp postula. Guð er að reisa upp ríki sitt, vinir. En það sem ég vildi sagt hafa í kjölfar þessa var að þegar þið kom inn í Kanansland að þá héldu þeir áfram og þurftu að díla við alls konar Jebúsíta, Amoríta, alls konar íta. Og vinir, þegar við erum kölluð inn þessa fimmföldu þjónustu, postular, spámenn, trúboðarhirðar og kennarar, þá mun verða komið gegn okkur. Og mér langar að segja í dag, vinir, eitt af því sem að þau þurftu að horfast í augu við þegar þau gengu inn í landi þegar Guð gaf þeim landi sem að fyllta mjólk og hunang og yndislegt land, að þá þurftu þau að berjast við alls konar íta sem að komi gegn þeim. Og þessir ítar eru í okkar hjarta í dag. Við þurfum að krossfesta holdið með ástríðum þess og gindum. Og við þurfum, ef við erum röng, þá þurfum við að fara fram fyrir Drottin og biðja hann að leiðrétta okkur. Má ég heyra með hann. Og það sem ég langaði kannski að nefna sérstaklega í dag, það eru Amorítar. Amorítar eru ítar sem að koma gegn okkur þegar við erum einmitt að fara að sigra landið. Og þeir hafa með það að gera að þeir byrja að tala óvarlega. Amorítar eru þannig að þeir eru jafnvel aðilar sem að þykjast vita allt best. Hrokafullir. Og það sem á ekki heima í ríki Guðs er hroki, vinir. Við eigum að þjóna hvort öðru í kærleika. Og hroki er eitthvað sem á ekki vera til í ríki Guðs. En Amorítin rís stundum upp í hjarta okkar og þykist vita allt best. Hann lyfti nefnilega sjálfur sér upp. Og munið þegar lærisveinarnir komið saman, þeir voru ofta að metast, hver er mestur? Vinir, Guð er mestur. Við erum fram fyrir Guði, þá erum við bara í auðmýkt. Þetta skiptir ekki máli hver er mestur. Við þurfum að taka eftir Amorítum þegar þau ráðast inn í ríki Guðs og við þurfum að binda það vald. Og við þurfum að þagga niður í okkar lífi. Hverju kannast við Amoríta hér í dag? Amorítar, love it. Þessir ítar, þeir eru alveg frábærir. Amorítar hafa líka tilhneigingu til þess að vera að babla hluti sem þeir eiga ekki að vera að tala Það sem ég tek eftir í ríki Guðs í dag er óvarlegt tal. Ef að Guð hefur kallað sem postula þá átti ekki að sundur dreifa.
Þú tekur saman, þú býr til einingu, þú sundurdreifir ekki. Amorítinn vill sundurdreifa. Hann kallar fólk í flokka. Og vinir, þegar við erum í kringum fólk sem að þykist vera postular eða spámenn sem eru að tala illum fólk, forðið ykkur frá slíku fólki. Það er bara mín einlæga áskorun til okkar í dag. Forðum okkur frá fólki sem að tala illum fólk. Við skulum krossfesta amorítan í hjarta okkar. Við skulum leyfa Guði að starfa og við skulum vita það að við að bera hvers annars byrðar. Við ætlum að lyfta hvort öðru upp. Við ætlum að blessa hvort annað og við ætlum að sjá ríki Guðs eflast á Íslandi. Má ég heyra amen? Halleluja. Annað sem amorítin gerir, það er enda margt sem amorítin gerir. Hann særist alveg ofboðslega auðveldlega. Hann er alltaf bara freka móðgaður, sennilega út af því að hann veit allt best. Og ef einhver segir honum eitthvað, þá bara móðgast hann. Varðveitum hjarta okkar. Vinir, í dag að þá mun óvinurinn reyna að hafa áhrif þegar við erum að stíga inn í þjónustu okkar og köllun og fara inn í þessu fimmföldu þjónustu, þá mun amorítin rísa upp í hjartanu. Og það sem við þurfum að passa er að taka ekki hlutunum svona persónlega. Þegar einhver segir eitthvað við okkur, þá þurfum við að lyfta upp nafni Jesú. Við þurfum að blessa viðkomandi og við biðjum Drottinum að mæta honum og við þurfum að þakka honum fyrir kringumstæðurnar. Ég var að hlusta á postulasöguna áðan og frásögnina Pál og Sílas þegar þau voru að vitna fagnaðarerindi og þeir fóru út allt og það var alls konar hlut að gerast nema hvaða. Það varð allt vitlaust á þessum stað og þeir sem voru trúaðir, þeir þoldu ekki að heyra hina heilnæmu kenningu og þeir köstuðu þeim í varðhald. Þeir fengu stokka fætur sín og þeir voru bundnir. Og vinir, oft á tíðin sem kristi fólk að þá upplifum við okkur bundin. En hvað gerðu þeir á miðnættustundinni? Þeir fóru að lofa Drottin. Þeir fóru að lyfta upp nafni Jesú. Þeir fóru að lofa Guð á miðnættustundinni. Og vinir, það er fólkinn inni sem að þarf að fara að læra að lofa Guð á miðnættustundinni. Og það sem að gerist, vinir, á miðnættustundinni þegar þeir voru bara að lyfta upp nafni Jesú og bara þakka honum fyrir kringumstæðurnar. Allt í hennu kom landskjálfti. Og vinir, það sem að gerist þegar við förum að lofa Drottin, það hefur ekki bara áhrif á þig, það hefur áhrif á allt umhverfið þitt. Allt í hennu kemur landskjálfti og hlekkirnir sem voru í kringum þá sem hélt þeim föstum duttu af þeim. Og ekki bara þeim, heldur öllum þeim sem að voru inn í fangelsinu. Hlekkirnir féll af öllum og meiri segja fangavörðurinn, hann tók trú á Jesú. Þegar við förum að lyfta upp nafni Drottins, jafnvel þeir sem að ásaka okkur, jafnvel þeir sem að koma á mót okkur, jafnvel þeir sem að vilja deyða Jesú í líf okkar eða gera lítið á okkur, þeir verða fyrir áhrifum. Þess vegna þurfum að vera stöðug á göngunum með Guði og við þurfum að lyfta honum upp í öllum kringumstæðum. Við þurfum róttækt kristi fólk. Ekki bara kristi fólk sem á sunnudögum í góðum fíling í Smárakirkju þar sem við erum innan fjölda trúðar og allt gengur svo vel. Við þurfum fólk sem trúfast á mánudagsmorgni í vinnu sem ekkert spennandi, að við sem að gera vilja Guðs, að við sem alltaf eins og við eigum að vera trúföst á göngunum með Guði. Og vinir, ég hef góða fréttir að færa Guð að reisa upp slíka kirkju. Það er bara það sem að gerast. Og það sem svo dásamlegt þegar við förum að lyfta honum upp hvernig kærleikurinn hans og vonin hans og hlutir sem að bara byrja að blómstra í okkar lífum, vinir. Þegar við förum að liggja á þessu altari og leyfa honum að umbreyta hugafæri okkar, þannig við fáum að vita hver er vilji hans, hið góða, fagra og fullkomna. Vinir, rísum á fætur.